Nú ætlum við að kíkja aðeins á hvernig rúmmetrakerfið virkar og hvernig rúmmálseiningin lítrar kemur þar inn í líka. Rúmmál er eins og þið eruð búin að læra reiknað þannig að við erum með einhverja svona þrívíða mynd og það er gefin upp lengd, breidd og hæð og formúlan fyrir flatarmáli er bara lengd sinnum breidd sinnum hæð og því margföld við saman þessar þrjár hliðar. Ef þetta er 2 og þetta er 3 og þetta er 4 þá er flatarmálið 2 sinnum 3 sinnum 4 sem gefur okkur flatarmál upp á 24 og ef við gefum okkur þetta 7 cm cm í þriðja. Þetta er í þriðaveldi af því að við erum búin að margfalda saman 1, 2, 3 stærðir, 3 tölur. Þess vegna er þetta í þriðaveldi. Og ef við gefum okkur að við reiknum kassa sem er 1 sinnum 1 sinnum 1, þá fáum við út 1. En ef við tíföldum allar hliðarlengdirnar og fáum kassa sem er 10 sinnum stærri, þessi er kannski ekki 10 sinnum stærri en við bara gefum okkur að sé það, að þá fáum við 10 sinnum 10 sinnum 10, það er 1000. Þannig að þegar við tíföldum lengdirnar, þá tíföldum við ekki rúmmálið, við 1000-földum það. Þess vegna er þetta þannig að í hverjum reit eru 3 reitir. Það er sem sagt til þess að komast úr metrum upp í dekametra þá þarf ég 1000. 1 og 1, 2, 3, 0. Ég ætla fyrst aðeins að sýna ykkur hvernig við breytum úr þessa reiningu yfir í þessa. Því að við þurfum að kunna það líka. Og þetta er nú svo sem upprifun fyrir ykkur. Við byrjum alltaf í reitnum sem er sýndur hér. Þetta eru 6, þannig að 6 er í einingasætinu. Ég fer lengst til hægri því að komman er alltaf á hvítu strikunum hérna. Strikunum sem aðskilur einingarnar. Komman er þá hér og þá seti ég 6 í 6 hérna og ég á að breyta yfir í hektometra. Þá finn ég reitin sem lítur svona út, hann er hér, fer lengst til hægri og ég set kommuna lengst til hægri í þennan reit. Komman fer þá hér og ég fylli inn í með 0. Þarf ekki að hafa kommuna þarna en þetta eru þá 6000 rúmhektometrar. 1 rúmkilometri, við lesum þetta sem rúmkilometra, þetta er í þriðaveldi. 400, skoðum næsta 456 rúmsentimetrar. Þá, hvaða tala er í einingasætunni hérna? Jú, það er tala lengst til hægri, áður en ég kem að kommunni. Komman er í raun og veru hér, þó hún sé ekki hérna. Það er 6. Þá skrifa ég 6 lengst til hægri í sentimetra reitnum sem er hér. Ég sjáu aftur er ég að miða við striki sem er á milli einingana og fer þar lengst til hægri. Síðan klára ég að skrifa töluna 5 og 4 og ég á að skrifa þetta í rúmmillimetrum. Þá flyst komman hingað lengst til hægri í millimetrareitin og þetta eru 456.000 rúmmillimetrar. Síðasta dæmið, þar er komma og þá fer talan sem er fyrir framan kommuna, sem er talan í einingasætinu þá, næst vinstra megin við kommuna, hún fer lengst til hægri í reitin sem er nefndur hér, sem er metrareiturinn og er hér. Þá fer tvisturinn hér og 6 kemur hérna fyrir aftan. Ég má í sjálfu sér alveg skrifa kommuna hér, en þá þarf ég bara að stróka hann út aftur eftir en ég ætla að sleppa því. Ég ætla hins vegar að finna út úr því hvert ég á að færa hana. Ég á að færa hana lengst til hægri í dekametrareitin, eða rúmdekametrareitin réttar að sagt, kemur hér. Þá þarf ég að fylla inn í 0,0126. Síðan ætlum við að skoða hvað gerist þegar við bætum lítrum inn í þetta. Og þá þurfum, af því að lítrar eru líka rúmmálseining, þá þurfum við að vita hvar lítrar passa inn í þetta. Og það vill þannig til að 1 rúmdesimetri er 1 lítri.
Og nú ætla ég að lengja þessar línur aðeins hérna upp. Vegna þess að í lítrakerfinu ekki 3 tölur í hverri, heldur bara 1. Þannig að þetta verða desilítrar, sentilítrar og millilítrar. Þannig að þegar ég set inn til dæmis, skulum bara gefa okkur að ég ætla að athuga hvað 456 rúmsentimetrar, þessi hérna tala, hvað það séu margir lítrar, þá myndi ég færa kommuna hingað, lengst til hægri í lítrareitur og það bara þessi eini reitur hér. Þannig að þetta eru 0,456 lítrar. Þetta virkar nákvæmlega eins, hvort þið eruð að gera, færa á milli eininga í rúmmetrakerfinu eða yfir lítra. Þið þurfum bara að vita hvar þetta kemur inn, fór þetta alltaf stað hjá mér, hvar þetta kemur inn hérna, hvar á þetta að vera. Það skiptir öllu máli. Lítrarnir eru í lengst til hægri í desimetrareitnum og svo færið þið restina inn. En þá er þessu lokið.